Svipmyndir úr sögu sjúkrahúss í eina öld heiti bókar eftir Magnús Stefánsson barnalækni á Akureyri. Í bókinni fjallað spítala á Akureyri og bæjar- og mannlífið utan veggja spítalans. Hann segir að mikið vatn hafi unnið til sjávar á einni öld, en hvaða sjúkdómar voru það helst sem komu til meðferðar á sjúkrahúsinu á fyrri hluta síðustu aldar. Það eru berklar, það eru kynsjúkdómar, það eru lungnabólgur, en svo ýmislegt annað sem kemur inn í sem svolítið interessant, eins og kannski muna einhverju eftir slagnum sem Ólafur Friðriksson lenti í út af stráknum rússneska. Þessi sjúkdómur var reyndur hér á Akureyri nokkrum árum síðar á konu utan á landi og hún var pensluð hér augun í marga mánuði og útskrifuð, læknuð, en með mjög skerta sjón vegna örvefjar sem myndaðist eftir þetta. Og þetta sennilegt að hún hafi fengið þetta útlendu sjómannu sem komið með síld. Berklar fóru landið eins og eldur í sinu fyrstu áratugi síðustu aldar. En hvernig gekk Magnúsi að afla gagna í bókina en hann naut liðsinnis Jóns Hjaltasonar sagnfræðings? Mér gekk það vel og hann var náttúrulega sinn heiður af því, Jón, að hjálpa mér. Ég kunni ekkert í þessum fræðum til að byrja með. En það var hér í byrjun síðustu aldar karl á sjúkrahúsi sem Þórður hét Guðmundsson og skráður þar í 20 ár á spítalanum og hann hafði mynd á honum upp á sjúkrahúsi og kallaði Spítala Þórður. Og þetta var eiginlega fyrsta kveikjan af því sem ég fékk, það var að kynna mér þetta kall. Og svo fór ég að grúska í ýmsu öðru, þetta var bara sundurlausa glefsur hingað og þangað, þá var þessi maður sagði við mig, þetta gengur ekki drengur, þú voru að gera eitthvað annað. Byrja á byrjunni. Einhver þá læknir sem að mótaði starf spítalans á Akureyri á fyrstu áratugum hans? Já, þeir voru einir, þeir voru hérna fyrst. Þeir voru bæði héraðslæknar og spítallalæknar. Það ekki fyrir en að Guðmundur Karl Pétursson kemur hingað 1936 sem að embætti héraðslæknis og spítallalæknis aðskilið. Og þeir voru einir, að vísu var bæði Guðmundur Hannesson og Steingrímur Matthíasson með aðstoðarmenn, en þetta var afskaplega laust í rásinni og ekki alltaf ljós hvernig tengsl þessara manna við spítalann voru. En allavega voru þarna menn eins og Sigurður Kvaran, Sigurður Kvaran Hjörleifsson, sem var á Grenivík fyrst, kom hingað svo. Þeir aðstoðuðu, hann aðstoðaði við mestu aðgerðirnar. En þeir mótuðu starfið og Guðmundur Hannesson var einn afkastamesti skurðlæknir landsins meðan hann var hérna. Á bernsku árum spítalans þá segir í reglum að það hafi þurft að spyrja sjúkling eða aðstandendur hvort ábyrgð fylgdi hjúkrunarkostnaði. Það ekki gert í dag. Það ekki gert í dag, nei. En það eru margar skemmtilega sögur til þetta, eins og þegar hérna sendimaður Prestes á Svalbarði kom hingað á Þorra og hann var svo kalinn þegar hann kom að Þorgrímur Jónsson lagði hann inn og spurði ekkert hvort hann ætti peninga. Og svo þegar Kalli var grófur sára sinna og átti að fara að senda hann heim, þá skrifaði formaður spítalastjórnar, bæjarstjórnar, þeir vildi ekki bara borga fyrir hann. Þeir getur sendt með honum bréf austur og fengið endurgreitt. Hini heldur ekki, það hefur ekki verið spurður að því hvort það bæti leggjast inn eða ekki. og hérna, það er stór skemmtilegt bréf sem hérna í bókinni. Kemstu að einhverju niðurstöðu hvenær hafi orðið virkileg kaflaskil í sögu sjúkrahússins? Nei, þetta er þróun. En kaflaskil verða þegar Guðmundur Karl Pétursson kemur, því hann er annar læknir sem kemur hingað sem með sérfræði menntun, hann er skurðlæknir. Hinir voru fyrst og fremst almennilæknar og skurðlækningar þeirra voru heimalærðar, má segja. Hann var þjálfaður skurðlæknir og hann var fyrst og fremst skurðlækningar sem hann sinnir en þó samt sem áður allar venjulegar spítallalækningar sem hann þurfti að gera og hann var með aðstoðarmann alltaf, Árna Guðmundsson.
sem hér var í mörg herrans ár. Saga sjúkrahús eða sjúkrahús á Akureyri farsæl eða hefði kannski mátt á einhverjum tímapunkti standa betur að verki? Nú það verið erfiður. Nei, veistu það, ég held að þetta hafi bara verið þróun frá upphafi, en það má segja sem svo að ef að tillögu Péturs Amtmanns Hafstein 1863 það að byggja spítala, þá hefði kannski verið hugsanlega búið til betra hús heldur en Guðmundsminni var. Því það var náttúrulega eins óhentugt eins og hægt var að glöngrast með sjúklinga upp á Efraloft og hafa 14 manns búandi niður í þessu litla húsi. En svo kemur nýji spítali í Spítalavegi og það bara verk Guðmundar Hannessonar. Hann teiknar þetta hús og það byggt hér heima með aðstoð og vísur frá Noregi. Og þetta þróun, það nýjasta tekið í tóku nýjustu tækni í þjónustu sína, upphitun og rennandi vatn og annað þess áttar. En svo eru viðbyggingar og lagfæringar sem eru gerðar jafnóðum.